Já, það held ég, kæru Pingju Hálsar. Það föstudagskaffið föstudaginn 14. október. Já. Og við erum á 130 í dag. Já, þetta ég ætlaði bara að segja til að mikið með daginn. Já, bara sömuleiðis, hvaða dagur það? Það dagur auðmanna. Það dagur auðmanna, já. Gleðilegan dag auðmanna. Auðmenn eiga alla föstudaga. Þeir ekkert að vakna núna á leiðinni í vinnuna að hlusta á föstudagskaffi eða að drekka kaffi. Nei. Við vakna þunnir, 10-11. Já, það dálítið svona, dagar auðfólksins að fá sér á 50-dögum. Já, það dagur miðlara. Já. Miðlarinn í hádeginu á 50-degi. Hann elskar ekkert meira en að vera fullur frá 12 til 5. Nei, ég veit. Auðmaðurinn tekur þátt í því. Já. En miðlarinn þarf að mæta þunnur á föstudegi. Auðmaðurinn segur út. Já, ég veit. Hann að mæta á jommuna svona 11 í einn afréttara. Ég veit. Það liggur munurinn dálítið á miðlarunum og auðmannunum. Já. En herri, já, við viljum kannski bara ég vil bara þakka fyrir og við góða móttöku við fréttabréfinu. Það búið að vera að skrá sig alveg á fullu og við viljum að sjálfsögum minna bara á það pingjan.is, skrá ykkur í pingjubandalagið. Já. Þá fáið þið vikulegt fréttabréf, ekkert spam, bara fréttir og fróðleik. Já. Alls konar. Svo byrjum við að spamma. Nei. Það gerum við ekki. Ekki nema að komi meðlimum bandalagsins til góða. Ég reyndar væri til að við myndum hóp fjármagna kaupa svona spam skinku sem við vorum að tala um daginn. Byrju nú við. Hann skinkan í dósinni, spam. Já, það var nú meiri viðbjóður. Þetta ekki selt á Íslandi. Já, þetta ógeðslegt. En hvernig væri að hóp fjármagna kaupa svona 100 svona dollum? Spam ham. Já. Og gefa bara pingjubandalaginu. Og sé þetta spam ham, þetta einhver mestu viðbjóður. Já, googliði spam ham, þetta viðbjóður. Þetta sést skinka í niðursuðudós. Já. En svo það sjálfsögðu líka Típinn og Pingjan, Facebook-hópurinn okkar, landsið við komum inn á hann, en við erum með samfélag á Facebook og það búið að vera virkt, mjög virkt núna þessa síðustu daga. Það verið að veita Solid Clouds aðhald eftir að við tókum upp þáttinn. Já. Það búið að senda posta og fleira og kalla eftir svörum. Já. Og við viljum svör, ég meina það bara það sem ég allavega kalla eftir. Þú sem hluthafi? Ég sem hluthafi, þannig ég kalla eftir svörum. Ég gaman að þessu, ég pantaði mig bara flug austur, ég verði í neðanjarðabyrginu mínu en að þetta gengur yfir, þetta hafar í ykkafélagana í Unsolid Clouds. Við hefði gangið á stjórnendum og svör. Ég skal bara sjá það, ég skal vera í forsværi þar. Ég með kartöflugeymslu sem ég bara grefur mig í þegar þetta gengur yfir. En þátturinn í dag, hann verður svona, þú veist, þetta smá uppbrott. Við erum með svona sérstakt umfjöllunarefni og fáum til okkar gest í seinni hluta þáttar. Já, við erum ekki nógu vel tryggðir. Nei. Þannig að við ætlum að taka trygginga special. Það þarf aðeins að skoða þetta. Þú veist bara svona hvað að gerast í þessu. Hvað er á döfinni og fleira? Það eru alls konar breytingar. Það held skerjun í þessum bransa. Þetta er bara nýsköpun að eiga sér stað. Já. Og við höfum tekið eftir því eins og aðrir. Og það er svona gaman að kíkja undir húti. Ég segi það. Hvernig vil er þetta? Já. Hvaða vél ertu með á þessu? Hvað er þetta? Já, þetta er svona vél. Já. Og svo náttúrulega vinnuvélagrúpan á Facebook ef fólk hefur áhuga á því. Það er skemmtileg grúpa. En við erum Getum við ekki tekið eina frétt? Við erum í boði, hvað segirðu? Eina frétt. Já. Johnny Strikes Again. Er það? Sker keypti Klepp síðustu viku. Já, það kom bara á föstudeginum. Þátturinn var kominn. Já. Rétt mistum að því fyrir upptökur. Ég vil pirrandi að kaupöllin sem farin að gíra tímasetja tilkynningarnar eftir að vita föstudagskaffi kemur út. Það er pottitt ástæðan. Johnny á leiðinni, hann alltaf sópir undir teppi. Johnny Strikes Again. Hann alltaf gerir ekki díla á mánudum, eða hann opinberar ekkert á mánudum. Nei. Það er þess að tala um Jón Ásgeir, ef að það fer fram hjá hlustendum. Já, Jón Finnbogason, félaga minn. Johnny Strikes Again, hann er að kaupa upp allan fjandann. Já, þeir voru að kaupa Klett. Já. Og ég las tilkynninguna, velti einhverjum 8 milljónum. 400 EBITDA, fasteign. Ég sá bara að þetta er 7 sinnum EBITDA. Ég sá það bara. Voruð þið ekki að kaupa nokkra fasteignir þarna? Eða var þetta ekki eitthvað? Já, þetta var eitthvað fleira, en það sem ég ætlaði að segja, ég skil ekkert í þessu fyrirtæki. Ég veit ekki hvað það gerir, en ég tók eftir að dekkjahótel. Og ég vissi bara hann að kaupa eitthvað cash. Það er cash flowing, sko. Heldur að, en er þetta ekki meira eitthvað, dekkjahótel? Bara fasteigna pælingin, skilur? Jú, real estate. Nei, svo náttúrulega bullandi velta á þessu. Þetta er eitthvað
Bílabransin svo stór. Við bara vitum ekkert. Jú, við þekkjum það nú. Við krufðum það nú með Hjálmari. Þú veist, við heldum við erum búin að krifa þetta. Svo kemur eitthvað svona frétt og við vitum bara ekkert. En við erum að sjálfsögðu hérna með Lavazza við hönd. Já. Ferskar en aldrei fyrr. Já. Og þú ert að fara á fund í næstu viku. Já. Og það var einhver sem var bara með orð yfir það. Já. Hann talaði sko lærheitt Lavazza. Það er lærheitt Lavazza. Hlustendur byrjar að pikka upp sem að hérna, við höfum mjög gaman að þið heyra. Og þá var talað að það er lærheitt Lavazza. Við höfum alltaf talað þessar kjöraðstæður að milli lærana í bílnum á mótnana. Fannst að segja að þetta sé ekki of heitt, þetta var ávera lærheitt. Þetta er lærheitt sko. Og það er bara, það er verið að bjóða þér á fund og til að ná þér á fundin, það var sagt, það verður lærheitt Lavazza. Ég segi það. Passa að drekka Lavazza, krakkar. Já. Herriði, svo er það brauð og kó. Það er brauð og kó. Akkurat. Og þau eru nú er bleikidagurinn. Bara í dag, gamla segja frá því. Og þar eru hérna chili ostaslaufunar sem eru geggjaðar. Og þar rennur allur ágóð á sölu, bara beint til bleiku slaufunar. Þannig að farið og kaupið chili ostaslaufur. Vá, það hljóma vel. Já. Ég var til að prófa það. Já. Svo er alltaf coffee to go á mótnana líka á Laugaveginum. Já. Það geggjað koncept. Ég ætlaði mitt bara, við langar svolítið að velta upp. Hvort ert þú Garðabæjar brauð og kókúni eða niður í bæ brauð og kókúni? Ég er rauninni Vesturbæjar sko. Ég er alltaf bý út á Nesi. Ég er reglulega hérna í Garðabænum líka. Já, þetta eru mismunandi demografíur. Manstu þegar að Brinkarinn sagði okkur að average order í Garðabænum gat verið ávik einhverja 10 ferðamenn niður í bæ. Hvað er þú? Ertu að taka eitt snúð og hlaup út eða tekur þú fyrir alla fjölskylduna? Nei, þetta er hálft brauð og snúður sko. Það er svona standardinn. Það er kannski Vesturbæjar. Það er svona Vesturbæjar kultúrin kannski sko. Ég er Garðabæjarkúni. Ég vil taka heilan brauðleif. Þú kemur alltaf með veisluna sko. Það er ekki spurning. Þið þurfum svolítið að gera upp í ykkur. Hvernig tegunda kúnnaður þið? Herru, svo er það Landsbankinn. Það eru aukakrónar og ég er með díl dagsins. Og til að benda ykkur á, þá eru aukakrónur brilljant tól til að safna. Til dæmis bara fyrir jólin. Já, þetta er bráðsniðut. Safna yfir árið, Cashback-kerfi og getur sótt þetta í appinu og inn á bara landsbanki.is og skrifað aukakrónur. Nú, díl dagsins, það er golfbúðin og þetta er golfbúðin í Dalshrauni í Hafnarfirðinum. Og það er 7% endurgreiðsla. Júlega vel gert. Er það hæsta prósta sem við séum hingað til? Nei, kannski á díl dagsins. Nei, ég held ég að við komum með 10%. En allavega þetta eru náttúrulega bara margir tugir, hundruðir samstarfsaðila sem eru þarna að bjóða sérstaklega afslætti. Þannig að þetta segja mig það ef ég fer þarna. Já, segjum þú kaupir gólsett fyrir 100.000. Nei, 100. Ég ætla endur nýja að setja fyrir 300 skall. Ok, já. Bara til að fá sér mest af Cashbackinu. Ára 21 skall í Cashback. Já, hugsaðir. Hugsaðir hvað þetta græða versus að kaupa sett á 100 skall og fá 7 skallinn. Að kaupa á 300.000 og fá 21.000. Ég meina þetta er hádegismatur í 10 daga sem þú getur svo keypt með öðru Cashbacki. Og þetta er bara, þetta er sko. Ég er líka bara að hugsa jólagjafirnar. Já, eða svo. Að eiga 21.000 skall í jólagjöf versus 7 skall. Þá ættir að telja þrefalt næstu mánaðamót. Já, algjörlega. En Landsbankinn kæra þakkir. Þurfum eitthvað að árétta þetta? Nei. Þetta er bara bráðsniðut. Kíkið á þetta í dag, ekki bíða með það. Guðanabænum. Herru, svo síðastir en alls ekki sístir, það er Gorilla vöruhús. Já. Talandi um jólin, maður. Já. Að vera komin til Gorilla, það eru alltaf jólin. Ég var að hugsa þetta daginn. Ég upplifaði 2 jól í svona braski. Selja spil. Með og án Gorilla. Og djöfisins munur þegar maður þarf ekki að vera að spá í sjálfur að dreifa. Ekki að spá í lagarhaldinu. Ekki að spá í rauninni sko öllu þessu leiðilega sem fylgir því að selja. Og svo þegar ég var, og þú veist, þetta var jólinn þar sem ég var bara í burnouti að sjá þetta allt sjálfur. Svo er komið bara svona lítil, stór fyrirtæki sem eru reyna að taka þetta konsept yfir allt árið og eru bara með allt hjá Gorilla. Þetta er bara gargandi snill. Vefverslanir, heildsölur, allir sem að, þú veist, það sem sterkasta sig úr sér í þessu, heyrðu, við erum með lagarými. Við ekki bara selja kaldalón eða? Við ekki bara kaldalón kaupa fermetran okkar? Það er bara þannig pæling, ef þú ert með fasteign undir byrðina þínar, undir lagarðin, liquidata hana. Já. Bara selda hana á, þú veist, 20, 30, 40, hvað sem hún kostar. Outsourca þessu inn í Gorilla House. Inn í Gorilla. Gorilla vöruhús, segi. Svo þetta er náttúrulega erfitt og leiðilt að segja þetta, en fólk í rekstri skilur þetta. Mannahald er erfitt. Það er bara erfitt. Heyrðu, Kitty hérna var veikur síðasta mánudag. Ok, þannig að ég er bara að fara sjálfur niður á lager og þarf að shipa vörunum eða ég er ráða einhvern annan. Það er há starfsmannavelta. Gorilla er bara þetta. Þú ert bara búin að úthýsa öllu til þeirra og þú liggur með lappirnar upp á borði
og hugsa að selja næstu vöru. Ekki spurning. Þannig að lítil meðalstór fyrirtæki, ef þeir að standa í einhvers konar sölu, þá myndi ég... Tjekkið á Gorilla. Svo er líka bara svo mikið snild að hitta Egil, það er gaman. Já, djöfull elska bara bóka fund, bara svona aðeins virða hann fyrir sér. Ég hitt henni ræktunum daginn, það lifnaði við deginu mínum. Það eru toppmenn. Já, algjör toppmenn. Herðu, sko, tryggingar, Yngvi. Hvað er það fyrsta sem þú hugsaðir um? Tryggingar? Já. Ef ég ætti kött, þá myndi ég tryggja hann. Já. Ok, já, ég minna. Er það ekki, þú veist, það er orðið hægt að tryggja allt í dag, ég minna, er ekki hægt að tryggja dýr? Jú, það er það sem ég var að hugsa. Jú, þú getur það. Já. Það er basically þannig, bara fyrir læknakostnaði og það er auðvitað hægt. Dýratryggja. Ég er að spá líftrygging á dýr, sko. Já, ég efast um það, sko. Alveg pottþétt. Þetta er bara reikniformúla. Já, en þú veist eins og ég segi, sko, þegar fólk hugsar um tryggingar er svona almennt held ég bara eintóm leiðindi, sko. Ég held það. Og eitthvað svona, ég nenni ekki að spá í þessu attitútið, sko. En flest þurfum við nú auðvitað að spá í þessu fyrir að síðar og það er hægt að hafa auðvitað töluverðan hag af því að kynna sér þessi mál og fylgjast vel með. Já. Og okkur langaði að taka þetta eins fyrir og fara svona yfir að hvernig umhverfið er og er búið að vera að breytast í þessu. Eins og við ræddum í Billboard-þættinum, þá er þetta nýja tryggingafélag farið að ryðja sér til rúms hérna á Íslandi. Verna. Eins og staðan er í dag reyndar núna sko bílatrygingafyrirtæki sem er einmitt Verna. Og við nú komum til með að fá hérna framkvæmdastjóra fyrirtækisins, hann Friðrik til okkur í spjall í seinni hluta þáttarins. Þannig að hérna, en núna sko aðeins bara til að rúlla yfir sko tryggingastarfsemi, hvað þú veist. Þetta er náttúrulega koncept sem bara þekkist langt aftur í aldir. Samkvæmt Wikipedia er talað talað um elsta heimild um svona tryggingasamninga sé frá 1800 fyrir Krist. Það eru 3800 ár síðan, sko. Já. Og svona tryggingar eins og við þekkjum í dag, svona einhvers konar tryggingar á eignum, það er eitthvað sem að rekja má bara aftur til svona 17. aldar. Þetta er hérna, 1666 þegar að The Great Fire of London átti sér stað, eða stóri bruninn í London. Það er talið að 13.000 heimili hafi orðið eldinum að bráð. Og þá var farið bara svona að benda á nauðsyn þess að fólk gæti tryggt sig fyrir slíku eignatjóni. Að þetta væri sko meira orðin bara svona nauðsyn frekar en frekar en bara svona einhver lúxuspæling eða hvernig sem það er, sko. Akkurat. Hvað heldur að fólk hafi mest verið að tryggja þarna? Það hefur þá verið væntanlega húsin og brunatryggingar. Húsið, ég var að hugsa um innbúið, sko. Hvað í innbúinu var verðmætast á þessum tíma? Já, það voru nú einhverjir stjakkar og eitthvað. Oljulampinn minn brann. En þú veist eins og ég segi, þetta er auðvitað búið að þróast helling frá að það komið fyrst fram að sjónasviði. Þú veist, upphaflega var þetta fyrir Krist, eins og talaður um það tímatalið, þá var þetta bara að tryggja skipið eitthvað svona, sko. Þú veist, eða ætti ekki afturkvæmt eða hvernig sem það er, sko. Já, og þú varst í rekstri þá. Já, í raun, sko. Akkurat. En hérna, sko, í grunninn þá snúast tryggingar að, þú veist, þetta snýst bara um að verðleggja og dreifa áhættu. Akkurat. Og þetta er í raun svona samfélagspæling, svona fallið samfélagspæling þar sem að allir safna bara í eitt pott og þeir óhefnu fá bætur, þeir eru þá tjóni. Svo er þetta auðvitað þannig að sumir borga meira en aðrir, einfallega vegna þess að sumir aðalar eru líklegri til að valda tjóni eða verða fyrir tjóni. Og svo er það sko með það sem að kannski skemmtilegu punktur varðandi tekjumódelir hjá þessum fyrirtækjum, svona tekjuangandir. Þetta er í rauninni tveir svona tekjuangar sem að vega langþyngst í flestum tilfellum. Annars vegar eru það eru iðgjöldin sem fólk þekkir bara sem er hefðbundna vátryggingar starfsemi og en svo er það angin sko seinni angin sem að færri vita af og það er þessi fjárfestingastarfsemi. Þar sem að tryggingafélögin bara taka iðgjöldin eða hluta þeirra og fjárfesta þeim í ávöxtunarskyni. Og sem dæmi ef við tökum Sjóvá bara núna hérna 2021. Danny Deluxe Kingdom. Þar erum við með hagnaða fjárfestingastarfsemi 7,8 milljarða en hagnaðar á vátryggingarrekstri 2,5 milljarð, sko. Þannig að þú sér það að þetta er rúmlega þrefalt hærri ávöxtun eða sem sagt
sko hagnaðurinn af fjárfestingastarfseminni vegur þrefalt meira heldur en á vátryggingastarfseminni sko. En það er vissulega ekki alltaf þannig 2021 var náttúrulega alveg absúrt ár í hérna, það var bara eignabóla. Já, akkurat. En þetta er svona... En ég finna að þeir tóku... Þetta flöktir auðvitað, en alla jafna er hagnaður talsvert meiri af fjárfestingastarfsemi tryggingafyrirtækja heldur en vátryggingastarfsemi. Já. Og þetta er mikið legend sem sér það hjá Sjóvá fyrst þú tókst þann punkt. Já, Þórður Pálsson forstöðumaður fjárfestinga. Hann var í Snorra Björns fyrir þess áru. Mæli með því viðtali. Ég sko fylgdi honum á Twitter á hann, ég vissi hver hann var, eða sko, ég vissi ekki hann væri, hann er geitin í leiknum, hef ég heyrt. Já. Og ég bara, mér fannst það vera með áhugaverða tweet sko, bara svona alls konar þjóðhagsmál og annað sko. Já. Þannig að ég fylgdi honum þar. Ég reyndar ekki follow tilbaka sem hann er ekki að fylgja þér. Nei. Hann er með fullt af fylgjendum sko, hérna, en svo áttaði ég mig mitt á því að hann er einhver bara bölvu kanóna í þessum leik sko. Já, ég get trú að þessa tölu sem þú ert að tala hann hefur bara farið með 5-falda gírun inn í einhver djölin og nú tökum við bara þessi iðgjöld og gírum þetta. Þurftu kannski að fá hann til að svona ræða fjárfestingarstefnur? Hann talar ekki við okkur. Nei, hann verður að vera að fylgja þér á Twitter. Já, það væri gaman ef hann myndi fylgja mér Sjáum til með það. Ok. En sko hann er kanóna. En svo er líka sko, ég ætla bara svona rétt aðeins að dreipa á þessu bara fyrir fólk að átta sig á hvernig starfsemi tryggingafélag fungerar. Svo er það náttúrulega, þetta umhverfið er að breytast. Og þú getur náttúrulega tryggt allan andskotan í dag. Sem dæmi bara ef við tökum fótboltamenn. Þeir eru að tryggja líkamsparta af sér. Akkurat. Og ég kom hérna lagst á grein fyrir ári síðan þar sem að sko kemur í ljós að það eru teknir sko topp 5 hérna fótboltamenn. Það er Iker Casillas sem er gamall markvörður Real Madrid meðal annars. Hann tók ágætt skyttu síðastliðnu viku. Já, hann gerði það. Hann er tryggður fyrir 15 milljónir evra. Og þessi trygging þýðir að þetta er rauninni cashback eða paybackið ef þeir verða óstarfhæfir. Hvað er þetta gamalt? Þetta er frá því fyrra. Hann hætti fyrir 2 árum? Já, ég veit það, en þetta er sko já, þetta er frá 2007, fattaru. Ok, hlaut að vera, já. Þetta eru 5 aðilar sem eru teknir fyrir sko einhver tíman á ferlinum, skilur. Já, þá meikar það sens. Já, og hérna, það sem þýðir að þetta er rauninni payback sem þeir fá ef þeir verða óstarfhæfir vegna slysfara. Akkurat. Hérna, og Iker Casillas, hann var með 15 milljónir evra, svo kemur hérna Gareth Bale, 100 milljónir evra. Sko, Iker Casillas náttúrulega tryggði hendurnar á sér. Gareth Bale tryggði á sér fæturnar eðlilega. Hann var alltaf meiddur en þú veist. Ætli hann hafi verið að fá einhver pröf, eitthvað svona endurgreiðslu? Nei, þetta er bara að þú verður óstarfhæfur allan með þær upplýsingar sem ég hef undir höndum minna sko. Ok. Herri, svo er það Cristiano Ronaldo, hann var með 103 milljónir evra. David Beckham. Sorry, getur útskýrt það, borgar hann 103 milljónir í tryggingu? Nei, eða er það heildar vátryggingar fjár? Já, þetta er virði tryggingarinnar, þannig er allan að talað um það sko. Já, þannig ef hann dettur út úr fótbolta núna þetta er rauninni 103 million policy on his foot. Já, akkurat, þannig ef hann dettur út þá fær hann þetta greitt. Já, Cristiano Ronaldo, hann var með 103 milljónir evra á tíma sínum allan hjá Real Madrid. Nú, svo er það David Beckham. Hann tryggði fætundar á sér, eða sko í rauninni hægri fótinn fyrir 177 milljónir evra. Nei, fyrir báða fætur, fyrir ekki. En svo er hérna sko... Þetta hefur verið stert að tryggja mist mikið. En svo er það stærsta, bara langstærsta, og það er bara 1 fótur. Það er vinstri fótur. Viltu gíska hver það er? Er það Messi, eða? Það er Lionel Messi, 750 milljónir evra. Bara lefty? Bara lefty. Ok. Sem er alveg sturlað sko. Þú veist, það kannski hendur einhver á okkur öðrum pælingum. Mér minnir ekki að hafa heyrt þetta líka lækna í Bandaríkjunum sem eru svona sérhæðir taugaskurð eða einhver svona skurlæknar þar sem þú ert bara... Hefur ekki séð úr dagvatninni? $1 million, Hilmi Snær. $1 million. Þú réttir upp sitt hvora hendina og segir $1 million. Hefur ekki séð þetta? Nei, ok. Hann var sér taugaskurlæknar í Boston. Já, ok. En þetta er vissulega algengt þar. Ok. En sjá, eins og ég segi, en svo, þú veist, þetta er að breytast og það er til alls konar tryggingar, en svo þessi bara nýju mótil farin að ryðja sig núna til rúms eins og Venna. Já. Þau eiga sér náttúrulega, vissulega, erlenda fyrirmynd. Já, að hluta. Sem að er Lemonade, sem að þú ert með einhver nánari, Vist að ég sé með einhver frekari deili á því? Já, einhver frekari deili. Já, annað sem að þú kannski, fyrir þá sem er að fjárfesta, í sem tryggingabransa er alltaf hort á samsett hlutfall, hefur ekki heyrt það? Ef að hlutfallið er undir 1, þá ertu með sko
jákvæða afkomu af vátryggingastarfseminni og fjárfestinga. Ef þú fer yfir einn, þá ertu að borga herri claims heldur en iðgjöldin covera. Nákvæmlega. Ok, bara koma því að. Þetta með bílatryggingar almennt á Íslandi í dag. Það talið að það fari yfir 100%, sko, yfir ásinn. Já, þess vegna verður gaman að hitta Frikka, hvort að þenn sé bara annarkvort að breyta leiknum eða að fara, hvað getur við sagt, vaða eitthvað drullu svað. Já, það mun koma í ljós. Með sína fjármuni þarna. Það mun koma í ljós. Já, hitt sem ég ætlaði að segja, angi sem að maður þekkir ekki nógu vel, endurtryggingarnar. Með þessi tryggingafélög, þau taka inn iðgjöldin og í flestum tilfellum þá endurselja þau hluta af áhættunni strax aftur til endurtryggingar aðila erlendis. Já, einmitt. Og ég held að ættum aðeins að pikka í hann að útskýra þetta fyrir okkur. Einmitt. Út af því að núna kem ég inn á Lemonade. Við höfum ekki tíma í að fara svo djúpt í þetta. Nei, þú veist, það er bara Frikka að útskýra. Já, ég sé það. Ekki? Jú, til þess að hann er hér. Ég segi það. Við veitum ekki neitt. Heyrðu, Lemonade sem sem sagt, hvað getur við sagt, 21. aldar konsept, trygginga. Já. Þetta sem hann að nýta sér tæknina, skilur við, til að tryggja. Ég ætla að segja, ég ekki alveg nógu vel undirbúin heldur, sko, því að ég las heillanga grein hvernig það var búið til cash að því að selja Lemonade. Já. Ég skrifaði Lemonade business model þannig að þú helst, ég skil og fattaði svo seint að við vorum í þessu tryggingadæmi. Út af því að ég var pínu ruglaður. Svona límonaðis bás. En ég þurfti að skrappa það og fyrir þá sem hafa áhuga, þá þetta bara economies of scale í innkaupum á sítrónum og sykri. Og location, krakkar. Location. Ef þið að fara að selja límonaði, bara planta ykkur fram að Kringluna, Smáralind, ekki biðja leyfi, farið bara. En reynið að ná stærðarhagkvæmni í innkaupum. Svo bara, ef fólk kaupa okkur. Heyrðu, allir grínusleftu, Lemonade þeir sem ríða vaðið, erlendis. Ég ætla að segja að þeir vakni árið 2015. Já. Alltaf talaði að fyrirtæki séu stofnuð. Mér finnst það eins og þeir vakni. Já, þeir eru stofnuð, það sér þau vakna árið 2015. Og þau segjast taka þetta hefðbundamódel og snúið á haus. Það að segja, fram að þessu í Bandaríkjunum, sem aðeins annar markaður heldur en hérna heima, við erum mjög aðeins tæknivættari, en ég man bara þegar ég bjó úti, það var allt ennþá á pappír. Já, einmitt. Þú ert bara að fylla út form og þeir eru rauninni fyrstir að snúa þessu við og segja að það er bara allt rafrænt, engin pappír, engin útibú, claim, þú veist, það bara ef eitthvað kemur upp á í þessu tryggingadæmi, þá það nú enn eitt vandamáli að þú þarft að fara að fylla út einhver form og senda myndir á tjóninu og það tekur tíma að fá tilbaka. Þeir segjast bara að vera með 100% chargeback. Já, þú veist, þetta er bara allt afgrætt innan dags, kannski ekki allt, en mikill meiri hluti. Og þetta fer í gegnum tauganet, machine learning, algrím, þú veist hvernig þetta er algoritma, hvernig þetta er allt reiknað. Og þeir eru bara með botta í þjónustu, þannig að þú ert í rauninni ekkert að tala mann. Þannig þykist þeir alltaf ná niður einhverjum kostnaði og gera þetta betra. Módeli á þeim er að þeir eru að taka iðgjöldin og þeir borga vist 25% af premíunni tilbaka í lok árs. Þannig ef þú tekur þín iðgjöld og þú ert að borga kannski í kringum 1 milljón bara iðgjöld, þeir taki í rauninni upphæðina strax og selja hlutaðinni til endurtryggingaraðila til að deila áhættunni. Ef þú veldur engu tjóni innan fyrsta ás, þá skilst mér að þeir borgiði bara 25% tilbaka. Þú fær bara 250 skall. Já, er það? Ok. Já, svo var einhver að greina með að þeir setja þetta frekar í góðgerðarmál, en svona hluti af sellinni er einhvern veginn að premían kemur tilbaka. Og ég sé þetta, ég er allavega hjá Sjóvá, að alltaf í maí fæ ég greitt eitthvað hluta tilbaka. Þannig að ég get alveg trú að íslensku fyrirtækin séu aðeins farin að pikka þetta upp. Ok. Þannig að þú ert góður iðgjaldaþegi sem að margir eru, þá farið eitthvað svona kickback. Já, ég hef ekki notið þeirra fríðinda hjá mínu tryggingafélagi, að minnsta kosti? Nei. Það geta að fara að nefna það? Nei. Er það hjá Herði? Það bara skiptir engu máli. Endar það á BM? Hættu bara. Squeeze, maður, squeeze. Gemmi squeeze. Ok, það kemur ekkert fram hver það er. Sko, ok, þannig að ég fari bara að klára mitt. Fókusin er á ungu kynslóðina og 65% af notendur Lemonade eru undir 35 ára. Já. Lemonade er á markaði í dag og er búið að taka absolute beating síðastliðin allan á 2 ár og 5 ár yfir 70%. Þeir segjast vera alltaf 50% ódýrar en samkeppnin og eru náttúrulega að taka inn yngsta markhópinn, þannig að þeir eru að byggja til framtíðar. Byrjuðu með þessar einföldu heimilistryggingar, eitthvað í bílatryggingum, katatryggingar og hvað þetta allt er. Svo er hérna, þeir bjóðu upp á að planta trjám fyrir hverja bílatryggingu
ég ætla ekki að ræða þessa þvælu sko. Það er verið að fara að expósa svo mörg fyrirtæki á næstu árum fyrir þetta umhverfisbull. Það það eina sem við höfum að segja hvað þetta varðar. Fylgistu bara með og munið orð okkar. Já, það verða svo mörg fyrirtæki. Já, við erum hérna kolefnisvottur, kolefnisjafn og það þarf að planta trjánum. Já, heyrðu, bara smá Lemonade, þetta í stöðum tekjuvexti. Þannig að þú veist, það gefur Verna smá svona góð fyrirheit. 2018 $22 million. Þeir fara í $130 million í fyrra. Þannig að þú sér það, hvað er þetta? 6-földun á 4 árum, 5 árum. Já. Stærsta stökki er fyrsta árið og núna bara til að tala tekjumódeli þeirra 60% tekjum Lemonade kemur í gegnum endurtryggingar. Já. Frikki ætlar að útskýra þetta betur fyrir okkur. En hlutin með þessa endurtryggingar aðeila, ef ég skil það rétt, er sá að þeir borga fyrir sinn hlut af áhættu í tjóninu. Já. Þetta er bara áhættu dreifing í rauninni fyrir þá. Í rauninni, þannig að tryggingin kemur inn og þeir endur selja strax hlutaðinni til endurtryggingaraðalina og þeir borga þeim þá fyrir trygginguna. 60% tekjum Lemonade koma úr þessu. Svo kemur það 35%, þannig að 95% eru bara þessar 2 tekjustofnir. Það sem þeir selja tryggingar til, það sem þeir fá commission af því að selja sömu endurtryggingar til annar aðila, þú veist, ég skildi bara ekki, sorry. Ég þátt að eitthvað brokerage bara? Já, eitthvað svo leis. 1,5% tekjum með net investment income. Þú sér það að Þórður Pálsson er ekki til sérstöku hlutverki. Var það Þórður eða Þorsteinn? Ekki Þórður Pálsson? Þórður? Já, Þórður. Hann er ekki til sérstöku hlutverki þarna hjá Lemonade. Nei. Kreista sítrónur og... Nei, þannig að það er ekkert það þarna. Nei, þeir líta bara á það sem iðgjaldarekstur. Já, mér einmitt grunar að þetta sé svipað hjá Verna. Þau eru náttúrulega undir TM. Já, það er svipað. Já. En við grunar að þau séu ekki að fara í neina fjárfestingarstarfsemi en við munum koma inn á það hérna eftir. Já, og lokin 3,5% er áunnið kass af sölu endurtrygginga til þriðja aðila þar sem Lemonade ber enga áhættu í rekstrinum. Já, ok. Já, þannig að þeir virðast vera bara í þessu staðbundna iðgjaldamódeli. Já. Að lokum, það var fyrirtæki sem heitir By Mile. Sem er líka með hansi skemmtilegt módel. Það sem borgar pör drifna keyrða mílu. Já. Bara bílatryggingar fyrirtæki til að byrja með. Brest. Boom. Lemonade keypti það í fyrra. Það er svo? Já. Á $145 million. Ok. Sem er nákvæmlega sama og þeir ætla að kaupa Verna á. Já. Eftir 5 ár. En var ekki samt sko... En sko, sorry, bara hann að ég klára það. Gekk reksturinn ekki alveg upp hjá Lemonade eða? Nei, bæði er ekki með tabi en þetta í dag. Þau eru búin að tapa peningum, hvað er að vera komin, 7 ár. Já, í röð. Já. En eru með ansi vænar fúlgur fjár á baku sig. Já. Og ég las í quarterly report núna að þeir segjast vera að breyta, þú eru ekki að fara aftur. Þeir eru að breyta stefnunni, þeir ætla að hætta að brenna mikið kass, þeir eru að ná betri basa af viðskiptunum, það fara að hægja á markaðsendingu og fókusera á arðsemi. Okay. Þeir eru náttúrulega búin að vera bara í því að sækja nýja viðskiptavinni. Það kostar sitt. Já. Segjast vera með gott retention, eitthvað 97% retention, þannig þú kemur inn. Það er samt áhugavert að þeir sé að skila tapið því að þú veist, tryggingafélög eru nánast bara þannig í dag að spreddið allavega í iðgjöldum er alltaf bara eitthvað X. Já. Þú veist, mjög stabílt. Ég veit ekki hvað það er nákvæmlega, þú veist, Sjóvá, ég held að það hafi verið með eitthvað 20%, eitthvað svo, 20-25. Þannig á milli, þú veist, í rauninni tjóns og iðgjalda. Já. Þetta auðvitað breytist eitthvað eftir árum, já. Og gengur til að... Fuglinn. Þórður. Já. Þessi skilabóður til þín. En þú veist, auðvitað, þetta er bara eins og veðmálasíður eða annað. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara byggist á líkindum og tölfræði, skilur. Og það er bara komið það mikið reynsla og praktika á þetta að það á bara ekki að geta klikkað. Það sem getur eins og að klikkað auðvitað er fjárfestingastarfsemin. Hún getur verið neikvæð og þar alveg getur fyrirtækið endað í tapi, sko. Já, algjörlega. En mér sýnist á öllu að þessi vátryggingar starfsemi sé orðin bara nokkuð solid, sko. Já. Það er módel. En þá held ég, við séum bara svona tæmdir og býðum bara spenntir eftir Friðrik. Já, það verður spennandi að heyra hvað er að koma. Segðu það. Framtíðinni. Þá heyrumst við. Já. Já, það held ég, nú erum við komnir í þennan seinni hluta af þættinum og erum komnir með framkvæmdastjóra Verna til okkar, Friðrik Þór Snorrason. Vertu hjartanlega velkominn. Takk, takk. Heyrðu, það er eitt. Og, já. 3 millinöfn Þór á svæðinu. Já, þetta getur ekki verið annað en gott. Einn fullkominn fundur. Já, akkurat.
Og já, eins og ég var að segja við þá fórum við svona í fyrir hluta þáttar aðeins yfir, tryggingar, hvernig þær eru bara í grunninn og hvernig þær eru að þróast. Sagan aðeins, einmitt, og hvernig þær eru að þróast. Og núna erum við komin í þessar 21. aldar pælingar með tryggingar. Það kannski bara svona réttast á að byrja á því að bara ræða svona hvernig þetta virkar hjá okkur. Hvernig tæknin á bakvið þetta Já, við erum tryggingatæknifélag, ekki tryggingafélag. Sinnum eiginlega öllu því sem að tryggingafélag gerir, nema fjárfestingastarfsemi. Þú getur keypt okkur tryggingu, þú tilkynnir tjónin til okkar og við greiðum út bætur og slíkt, en þetta allt gert stafrænt og frá A til Ö. Og það sem við erum að reyna að gera að reyna að færa tryggingana aðeins aftur til upprunna tilgangs sem að gera fólki kleift að taka höndum saman og verja hvort annað fyrir verstu áföllum í lífinu en á þann hátt að það sé sanngjarnara, hagkvæmara, umhverfisvænna og meira til og þú fá líka alls konar virðisaukakenndri þjónustu sem að hjálpa þér að nota bílinn. Já, þetta er náttúrulega þessi faktor með umhverfið. Þetta er auðvitað þetta er í fyrsta lagi betra fyrir samfélagið bara í heild, líklegast ef allir væru í þessu, þá væri þetta væntanlega einhvers konar færri tíðni slysa ef fólk er að passa sig og sömuleiðis líka kannski að fólk vandar sig meira við að keyra og við vitum það auðvitað glannaakstur er óumhverfisvænni heldur en ekki. Samfélagslegur ábati. Þetta er bara samfélagslegur ábati bara á alla vegu, Lægri iðgjöld og bara færi slys sem að kosta sitt fyrir samfélagið. Svona að jafnaði, þú ferð að nota svona tækni þá ert að fækka tjónum 15% og þar hann lendir slysum líka. Útblástur úr bílunum að dragast saman líka því að þú gefur minna í og nauðheimla minna. Það er kannski 11-12%. Þannig að þetta hefur gríðarlega mikil og jákvæð áhrif. Nákvæmlega. Og það er engin flaga eða það nokkuð í þessu, þetta er bara síminn. Í öllum síminn dag eru nemar sem eru að safna gögnum notendur dagstæðlega á þess að fólk gerir sig grein fyrir því og þarna eru við að gera gögnin sýnileg. Það er hraðanemi sem nefnir hversu ört þú gefur í, hversu harkalega hemlar. Það er nándanemi sem nefnir þú setur síminn upp á andlitinu og ert að tala í hann, stýri. Og það er svona snúður að gíróskóp sem nefnir þú heldur á símanum og ert að stimpla eitthvað inn í hann undir aðstæð. Og það er þessi gögn sem við erum að túlka yfir í akstursskor og áhættu sem ert að taka undir stýri og láta því í hendurna á þér. Hvað er hæsta mögulega skor í boði? 100. 100? Eru margir í 100 eða? Þú nærði einstaka ferði með 100 en það er engin á 100 yfir mánuðin. 94, 95. Hvað ert þú? Ég er kringu 75. Ég er bara meðalögum. En hvernig er þetta? Nú kannski spyr ég eins og barn, en er ekki bara hægt að slökkva á location eða hvað gerist þá? Þú getur slökkt á location en þá ferði yfir í módel sem er hefðbundið módel með smá álægi. Af því að við erum að reyna að meta áhættuna og reyna að hjálpa þér að leggja í gjöldinu og ef þú slökkur á þessu til langsvara þá ferði yfir í hefðbundið módel. Þannig að ef þú væri bara með slökkt á þessu allan tíman, er það... Þá ertu bara í hefðbundið módel. Já, þá borgar sér ekkert að vera hjá okkur. Nei. En með það kannski, hvort það borgir sig að vera hjá ykkur. Nú er þetta oft þannig að tryggingar er að bjóða upp á svona heildapakkati fólks, heimilis, bíla, líftryggingu og svo framvegis. Er það raunverulega hagkvæmni fyrir það fólk að færa sig yfir í verna sem er í svoleiðis pökkum? Módel sem að tryggingafélögin keila á í dag eru pakkatilboð og þau eru sniðin til að halda ykkur í viðskiptum og þú sért ekki að leita tilboð annars þar. Og svo hækkaði gjöldin ár eftir ár og þú ert alltaf að borga miklu meira heldur en og ættir að vera að gera. Það sem gerist er að bíllinn er cirka 2/3 að tryggingapakkanum. Það er svona mikið. Það er svona mikið og þú ert að fá cirka 10% afslátt á hinum tryggingunum út af heildarpakkanum. Gegnum okkur þá er meðaljónin að við gerum konun hjá viðskiptavinum að spara 58 skall á ári per bíl. Þetta er miklu meira heldur en það sem getur sparað hinu. Kannski að eyða segjum 480 skall í tryggingar, 1/3 er hitt, þá ertu kannski að fá 30 krónu afslátt sem þú missa hinum einn, en þú ert að fá allt þetta hitt í staðinn. Þetta er búið margborga sig. Og er það þá líka kaskóð? Þetta er kaskó og... Já, ég er með kaskó þarna. Þú getur fengið besti pakkinni með kaskói. Venjuleg pakkinni okkur er bara ábyrgð og rúða. Svo í það minnsta er bara basic trygging, ábyrgðatrygging og skyldatrygging. Áhugavert. En við spyrjum aðeins, þið
eru örugglega fyrsta fyrirtæki sem kemur inn bara á þennan markað. Já. En nú fór Vís með í lofti í fyrra eða hitti fyrra Ökuvísi. Já. Hvað svona helsti munur bara fyrir hinn almenna leikmann? Fyrsta lagi þá erum við engungu nota símann til að meta aksturinn. auðvitað. Það ekki verið að setja kubbinn í bílinn og svona með það sem við séð erlendis þá nennir viðskiptavinnum því yfirleitt ekki. Þetta ekki leiðbeining til Vís. En smá líka samt þessi tilfinning að það sé verið að fylgjast ómikið með þér. Já, ég hugsaði þannig sko. Já, og það kom eitthvað chip í bíliðinn sko. Og það verið að taka upp alveg allt sem að gerist í bílnum. Við til dæmis fáum aldrei þessi gögn til okkar varandi einstakaferði. Það eru bara geymdur á símanum þínum persónugreinlega formi. Við fáum bara heildarskorið. Við vitum aldrei hvort það varst að aka, við vitum aldrei hvort þú allir slysið eða ekki og slíkilega. Það er eftir farin yfir þægindaþröskuldin hjá viðskiptavinum. Ég held að Vísa ætla aldrei að nota þessu gögn með þessum hætti en óþæginda tilfinningin ef þú ert að safna þessu gögnum þá vistu alltaf við það geti eitthvað gerst. Akkurat. Já, annað sem frábrugði að við erum með þessa heildarþjónustu stafræna, salan, tilkynning á tjónum og svo virðisaukan að þú getir sóttir aðra þjónustu sem tengist bílnum í gegnum appið. Komið til með að leita inn á fleiri svið trygginga? Er það á planinu? Það alveg á planinu, ekki á þessu ári og ekki fyrir mögulega setjum hlutan næsta ári. Hvað væri þá næst? Er það heimilið eða dýrin? Er það gældýrin? Ekki gældýrin. En það því annarkvort einhvers konar innbústryggingar eða líf- og heilsutryggingar. Bara einhvers konar þar sem við getum skapað aðra nálgun í veitingu þjónustunar, hjálpa fólki að stýra áhættunum með einhverjum hætti. Þetta verður það sem veldur hvað við veljum. Já, ég var að spá í einu, við erum svo bráðir, við erum alltaf bráðir. Bara með Friðrik, bakgrunni, þú kannski séur okkur. Bara brennur fyrir tryggingum eða þú veist, hvernig rambar inn í þetta? Bara ef við spólum aðeins tilbaka. Já, ég er búin að vera í tæknibransunum frá 2000 og var að vinna sem bara í sprotafyrirtæki erlendis sem hitti strax sem framleiti aukaluti fyrir farsíma. Er það strax AB? Það er strax AB. Ok, það nú eitthvað veldið þannig í Svíþjóð. Já, ok. Og eigundurinn bak við það fjárfestu í mér og stærstu fjárfestum. Já, í Verna, ok. Svo fór ég að vinna hjá Nýherja sem markastjóri og framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og bæði vegi stýriði kaupunum á TM Software sem að Tempo kom út úr. Já, ok. Var svo framkvæmdastjóri Skygni sem var stærsta útvistunum fyrirtæki Íslands sem kom út úr þessu samrunni líka. Já. Tók við því 3. október 2008. 3 dögum fyrir hrun. 3 dögum fyrir hrun. Anskot. Og svo RB. Og eftir RB... Það er reiknistofa bankana? Það er reiknistofa bankana. Þú leiddi nú bara eitthvað stærsta verkefni sögu þess á sín tíma? Það er stærsta tækniverkefni sem við farið í Íslandi. Já, bara á Íslandi. Já, þetta náttúrulega. Það var alveg risa, og sko, ég hef unnið í banka og hef unnið með bara kerfið, bara sem slíkt, sko. Var það að hækka yfirdráttin þinn úr 500 í milljón? Þetta kom ekki nálægt í. Nei. En hvað verkefni á það? Sorry. Nei, já, leyfa þér að taka Ísland var fyrsta land til að finna upp eitthvað sem heitir rauntíma greiðslur. Þannig að þegar þú ferð inn í heimabankaðinn, þá getur þú flutt pening frá einu banka yfir í annan og það gerist samstundis. Erlendis tekur það 1 til 7 daga. Og allt þetta var búið til í eldgömlum hugbúnaðumhverfum. Og 2011-2012 var bara ljóst að þurfti að breyta þessu og ég ráðinn inn á þeim forsendum að nútíma við þetta. Og þetta hafði áhrif á alla anga samfélagsins, bíla sjálfsala eða posa eða hvað sem samskipti milli bankana og þetta er svona eins og að reyna að breyta flugvélumótor og flýja, þetta gerist allt í rauntíma. Gríðarlega áhætt að fólk geti mist aðgengi að peningunum sín og getur ekki borgað fyrir eitt eða neitt. Maður getur einmitt ímyndið sig það bara líka ef eitthvað fer úrskeiði, sko. Já. Þú veist að það eru svo margir sem að sko treysta á þetta. Erum við yfirdrátt? Hvað segirðu? Erum við yfirdrátt? Já, svo líka aðri hlutir sem getur gerst að eitthvað fer að virka vittlust og reikninga tæmast. Og maður lendir alveg í svona mistökum í svona breytingum. Þannig að þetta var verkefni mitt í 8 ár. Já. Og svo þegar ég var búin að keyra út á því þá stóð til að breyta til. Og þarna þeir báðu að nálgast ekki bankamarkaðin í ár og ekki greiðslur heldur í 2 ár. Þegar ég haf RB. Já, það er bara hluti af starfslögun og þá fór ég að velta fyrir mig hvað ég að gera. Og
komst að því að tryggingar væru eitthvað sem var fallegt en kannski ekki búið að þróast mikið og þetta getur orðið skemmtilegt viðfangsefni. Já, ég meina tryggingar... Og þetta hvað ár? Sorry. Þetta ég hætti í febrúar 2019 og byrja bara samstundis hjá Viss þá. Já, Viss farsímatryggingar tengjast. Já, tengjast. Já. Og þar var bara grunnur að tryggingu sem ég sá að ég geti búið til kerfi í kringum og byrja að prófa með áfram. Og svo síðan mér var tekin ákvörðun að fara út í ökutækjatryggingar. Þannig að það rauninni byggt á sama grunni? Sem sagt, Verna á Viss? Er þetta sýstu fyrirtæki eða? Nei, Viss bara vörumerki. Verna sem sagt móðurfélag sem á dótturfélag sem heitir Verna MGA sem að selur ökutækjatryggingar hérna á Íslandi, þjónustöðar. Og svo heitt móðurfélag bara tæknifyrirtæki. Ok, áhugavert. Fyrir hvað stendur MGA? Það enska í rauninni Managerial Agent sem umbóðsmaður og þurftum eitthvað til aðgreina þessu tvö félag. Verna bara vörumerki. Ok, þar höfum við, 30 ára sögu, starfsferil? Já, skemmtilegt. En sko aðeins þá aftur að Verna, er einhver svona sérstakur hópur sem þið eruð að sækjast eftir? Nú hefur það verið svona eftir þetta verið í auglýsingunum ykkar að þið eruð að targeta þá aðila sem eru að borga of mikið núna, sem eru rosalega stór markhópur, en er einhver svona sérstakur markhópur sem þið eruð að leitast eftir? Er það yngra fólk, er það... Þetta er eiginlega tvífætt svar. Fyrsta lagi þegar leggur aksturskorið okkar og nátt að hefðbundið automat og hefðbundið automat aldur, hvað býr vélastar bíls og svo framvegis fjölskyldaðastæður, þá leggur aksturskorið ofan á þetta að þá kemur í ljósa 80% af fólki að borga of mikið. Þannig að það markhópurinn í rauninni. Góður ökumenn sem að borga of mikið. Ég einn af þeim. Það því að við tveir úr þessu mengi hérna þriggja, við erum sannlega þeir tveir. Ég allan að, En svo gerðum við líka könnun og áður fórum loftið og spurðum ef þú getur lækkað ígjöldin 20% og erum við til í að deila persónugreinlega gögnum með okkur og við byggust við að það svona skíðabrekka frá ungur niður til gamla aldraðara. Það sem kom okkur óvart var að þetta var auðkúrfa, þannig að unga fólki 60-70% var tilbúið það. Svo svona miðbyggið fertugt, þá var það kringu 45%. Svo hækkar það aftur af því eldra fólki eru orðið pirrað að niðurgreiða iðgjöldin fyrir hina því að þau vita að það eru góður ökumenn. Þannig að það eru basically allir sem eru góður ökumenn sem við erum að sækjast eftir. Það er gott svar. Það er áhugavert. Já, allir góðir, en þú veist, þá ætlaði ég að spyrja hvað með þá sem að eiga sér bara langa slisa sögu. Er það eitthvað, kemur það fólk til með að vera prísað hærra? Eða? Við erum ekki að taka þann það er ekki faktor, nei. Þannig að við erum ekki að spyrja hvort það lendi í slísum eða eitthvað áður. Það er bara algjörlega eftir því þegar að fólk byrjar í viðskiptum. Já, og það sem er lykilatriði ökuskúrið. Við sjáum að ökumenn sem koma inn byrja með eitt ökuskúr og svo batna þeir yfir tíma. Þannig að fólk lærir hvað það getur gert betur við aksturinn. Af því að það er auðvitað í appinu. Já, nákvæmlega. Þetta er svona, hvað kallum við þetta, gamification eða svona, þetta er svona smá keppni sko í þessu. Já, við hefum náttúrulega eftir að prófa, ég náttúrulega bara hringdi í fyrst skipta á fæ SMS innan við mínúti seinna og er búin að skrá mig. Ég var að segja onboarding-ferli í þessu var mjög gott til að byrja með, bara til að skrá sig sko. En svo maður náttúrulega eftir að prófa þegar maður fyrir að keyra, hvað tekur við sko. En þess náttúrulega ég svona spyrja aðeins bara bak við bakbeinið í þessu öllu. Maður tók strax eftir því þegar ég fór í loftið. Mjög vel staðið fannst mér að þessum auglýsingum því að þið voru með þarna, það var alltaf vitlaust skrifað manni fyrst, sem var vísvitandi. En fyrst þegar ég sá það, þá hugsaði ég, hvaða hálfvitar fara í full blast með vitlaust. Hvað var það sem að stóð átti vitlaust? Bara trygginga var skrifað vitlaust. Marga mismundi vegu og það voru 2 ástæður fyrir því. Fyrst alveg bara til að gefa þetta kynna að við vorum að hugsa hlutinu upp annan hátt. Öðrulega ég er lesblindur og ég elska þetta að geta vitlaust. Geggjað. Þannig að það var svona hugsun bak við. Ekkert annað. Já, skemmtilegt. En þriðja er líka, ég held að 95% af læsu fólki geti lesið orð ef það veit fyrsta og síðasta stafinn sko. Þannig að maður bara svona sá þetta strax
og var bara, jésús, hvað þeir eru að fara að reka auglýsingastofunum sína. Síðan sér maður þetta allstaðar og þá fattar maður, ok, þetta er brilljant. Ég fekk svona 40 símtöl fyrstu dagana frá vinumætningum sem var að bjarga mig frá þessari harfa vitleysu. Það var haldið að þú væri þarna bak við lyklaborðið. En eins og bakbinni með onboarding og annað, eru þið með hugbúnað þróuna innanús eða er þessu? Allur hugbúnaðurinn bæði, sem sagt, grunntryggingar sem heldur utan tryggingar, gefur út og rukkar og tekur út tjónum, það er búið til okkur. Já. Og er söluvara sjálfstæð og appið sjálft er líka búið til frá A til Ö nema þetta sem tengist við neman í símanum það fengum við frá fyrirtæki sem heitir Flow og Brestfélag það túlkar gögnin yfir í aksturskor okay. Og hugmyndarum bakvið það var að þarna liggja einhverju milljarði kílómetrar á bakvið og það hefði tekið okkur ólanga tíma að þjálfa gervigreindinu upp til þess að þetta yrði marktækt þannig að það var hugsunum bakvið allt annað, appið, allir ferlar hönnun og svona er okkar Sko, mér skemmtilegt að þú minnist á gervigreind, sko, kannski á ekki alveg við þessi spurning núna en mér langar samt að kasta henni fram sko, þegar allt er orðið sjálfkeyrt þú veist, það er í rauninni gervigreind í sjálfu sér, sko, hvernig sérðu fyrir þér að bílatryggingar verði þá, þú veist, það er talað um að það verði ekkert alltaf langt í að bílar fara að vera sjálfkeyrandi. Hefur einhverja skoðun á því, þú veist, þá náttúrulega það mun minnka slysatíðni eða auka með mögulega. Nei, það mun draga úr því. Það mun draga úr því. Ef þú átt ekki bílinn, að þá er líklegt að þetta sé allt hjá framleiðandum með einhverjum hætti eða þeim sem á bílinn. Ef þú átt bílinn sjálf eða sjálfur að þá held ég að sé alltaf eins líklegt og vil líka geta keypt tryggingur og fleiri aðalum heldur en framleiðandanum. Anna líka að vernaskorið verður örugglega helvíti gott þegar þetta er sjálfkeyrandi. Þannig að þú ert örugglega bara að borga ekki neitt sko. Við erum dæmi frábæra ökumenn eða frábæra ökumann sem að nota vernaskorið til að sækja vinnu sem sendill. Og hann það er náttúrulega líka annar vingill sko. Hann sé öruggur bílstjóri og hann sé þess virði að veðja á sig. Fólk fer að henda þess á feilskrána þegar það sækjum á Alfreð. Skorum mitt á verna. Eða bara svona eitthvað sem þú þarft hreinlega að sína. Ökuskor. En út af því við skoðum aðeins Lemonade og maður getur svona gefið sér að þeir aðeins að sækja innblástur í Lemonade frekar heldur en By Mile, eða ekki? Jú, ég myndi segja það. Ok, svona hybrid allan. Þetta er svona það sem maður rýður á vaðið fyrir einhverjum 7 árum, 11 árum svo það er með By Mile, eða ekki? Jú, nei, þá hvað heit það er? By Mile breska fyrirtækið. Metromile heitir það. Metromile, akkurat. En allavega, það er sem sagt fylgisögunni sem er Lemonade að þetta er eiginlega bara allt á bakvið einhver reiknið líkindi í algoritma og öðru. Chargebökkin sýndist mér að þú fái bara greitt instant í mörgum tilfellum, bara ef þú fæla claim þá færðu bara að borga strax. Eru þið með sömu hugsun að baki eða þarf meira manual processing á Íslandi? Eins og ég þarf meira hjá okkur, en það er sama hugsun að bakvið og maður sér, ef þið spurðið út í framtíðinu hvernig hægt að nota gervigreind, það er hægt að nota gervigreind til að myndgreina tjón. Það er búið að þjálfa gervigreind til að meta tjón betur heldur en maðurinn getur gert það í 99%. Ok, það er áhugavert. Ég er nefnilega og þegar þú þarf að tengja þá greiningu svo við supply line eða varahlutum og slíkt og veist cirka einingaverið, þá getur þú farið að bjóða fólki að borga bæturinn bara út bara strax og eitthvað slíkt. Þannig það er framtíðin, við erum ekki komið þangað. Ég held að þetta verði algjör umturnun á tryggingarriðina, sko, gervigreindin. Gæti orðið það? Já, gæti orðið það, en það er of snemmt að vera spá í þannig. Þú segir að þið er ekki alveg komið þangað, hvað er, þú veist, vantar bara meira powerhouse á bakvið þetta eða hvernig svona... Nei, það er bara útfæra þjónustu og spyrja sig, er þetta orðið hagkvæmt? Spyrjum við á þessu meira heldur en að vera með manual processor. Akkurat. Og hvernig búum við til svona tilfæðinu hjá notandurum að hann hafi eitthvað með þetta að segja líka. Það snýst ekki bara að gera hlutin 1, 2, 3. Hvernig ertu samförum og sért að fá sanngjarnt tilbaka. Akkurat. Svo er það líka örugglega fókusinn núna að vaksa og ná inn kúnnunum og svo kannski seinna meir fyrir að vinna úr þessu. En svona bara það, hvernig gengur? Hefur þetta farið vel af stað? Það hefur farið vel af stað. Við erum ekkert farin að gefa upp tölur. Nei. En við erum að nálgast að það sem að Lemonade var til dæmis komin eftir 2 ár. Sem dæmi í hlutild. En það er ekkert rosalega stór hlutild. Nei.
markaðshlutdeild þá á heildarmarkaði. Það svona stærsta gólið. Við erum að stefna að vera kringum 2,5-3% í lok árs og svo talsvist hærra í lok næsta árs. Já, akkurat. Að því að við erum að biðja viðskipti, við erum að gera viðskipti við okkur upphæð sem mjög há. Hefðbundi trygging kostar 170-180 skall út í bæ og það meira heldur en að segja að ætlast til að fólk gerir viðskipti við litla sprotafyrirtæki venna. Já, bara treystir á fyrsta símtali eða í fyrstu heimsókn í appið. Svo einmitt það munurinn ég tók eftir því að tryggingafélög, það náttúrulega mjög algengt að dreifa greiðslunum. Já. Það eru náttúrulega reiknaða vextir ofan á það sem reiknast á ársgrundvelli. Þið eru með á mánaðagrundvelli, eða ekki rétt um mér. Þú ert aldrei að lána okkur pening. Nei, eins og í tilfelli hérna félagna, þú ert kannski að lána 180 skall eða ef þú biður um að fá dreifingu þá borgar þú 6% vexti sem kringum 6-8% vexti sem kringum 6.000 skall ári. Þannig að þú ert að spara það pluss hina lækkunni sem myndist á ansvegan 58 skallina. Já, magna. Mikið lækkun. En ef megum við bara aðeins bera þið sama við tókum þessu almennu vátryggingar starfsemi sem þarna bara iðgjöldin sem kom inn. Svo ertu með þarna Þórður Pálsson, fjárfestingaanginn sem að fjármagna. Tókum hans dæmi, legend. Þið eru ekki í þessu geimi. Hvernig blandast endurtryggingaraðilar inn í þetta? Að því við erum ekki tryggingafélag þá erum við í samstarfi við frumtryggjenda sem þessu tilfelli TM og þeir eiga bæði vegi 15% í dótturfélagin okkar. Fáum að nota þeirra leyfi hér á landi og þeir hafa eftirlit með okkur slíkt og þeir borga okkur þóknun. Þeir eru sem endurtryggendur erlenda sem að taka hlutdeild í áhættunum sem verið að taka. Og þarna gerum það ferli að reyna að finna erlenda frumtrygging til að koma til Íslands. Það var mjög þungt ferli og dýrt og svo fundum við TM og þeir voru með skilgreind mótil að geta unni með aðalum eins og okkur og þess vegna var þetta eiginlega tiltölulega hratt sem gekk í gegn þegar við vorum að tala saman. Já, og þeir líta ekki á ykkur sem samkeppni þar sem þeir eru náttúrulega með hefðbundnar bílatryggingar eða? Við erum náttúrulega að keppa við þá viðskiptavinni en þetta önnur nálgun. Þeir njótu góðs að því að fjárfestingahlutin liggur hjá þeim. Já, auðvitað. Og svo náttúrulega ávinningunni sá að við segjumst allan á betra það sem dreina nördamáli sem við talum. Svo kvöldu samsettu hlutvalli. Já, akkurat, við komum inn á það. Eina sem samsettu hlutvalli gerir að það sem sagt horfir á ég með iðgjöld upp á 100 og svo ég með rekstrarkostnað og tjónukostnað og ef ég deili iðgjöldunum upp í rekstrar og tjónukostnað eða fyrir ofan 100 þá tapar grunnur. Og okkar sem sagt markmið að hafa þetta undir meðan á Íslandi þetta alltaf fyrir ofan. Já. En þau eru einmitt að koma sér undir einn með fjárfestingastarfseminni, það ekki? Já, þau búið bara til hagnaði kringum fjárfestingastarfseminna og alveg biljandi hagnaði undir ár. Akkurat. Man ekki var 27 milljarðar. Já, ég held að það hafi verið 24 milljarðar samtals. Við hefum alveg inn í smá iðgjaldalækkun allavega. Ég held að iðgjaldin hafi verið 72 milljarðar og fjárfestingar hagnaðan var 24. Einmitt. Með það var eiginlega tap á hínu. Já, þetta náttúrulega frekar lágmarkinu tryggingastarfsemin, vátryggingastarfsemin sem slík á Íslandi. Á Íslandi, já. Þannig að en fjárfestingin oft stærri hluti í afkominni. Svona alla jafna sýndist mér. Út í Skandinavíu þá þetta samsett hlutvall oft í kringum 85. Já. Meðan þetta kringum 103 hérna fyrir ökutækjatryggingar. Þannig að þetta óvenjulegt hérna. Ég kom með orðið. Þið og TM, Verna og TM, þeir eru frenemies. Friends, but enemies. En kom það ekki fram í einhverju grein við þig mitt samanburðinu við Skandinavíu? Var það norski markaðurinn að við erum í raun að borga mun hærri iðgjöld? Var það ekki? Ekki við mig, en við erum að borga talsveit hærri heldur en aðri markaðar en það rosalega erfitt að bera þetta saman því að lögin ekki alltaf eins og til þess að við horfum Bretland það þetta að tryggja ökumanninn en eingöngu, þannig að einn ökumaður og ef við fleiri en einn ökumann bíl þá er þetta tvær tryggingar. En þá verið að verðmeta hvert líf eða? Greinilega. En það samt mjög margt og svo í Svíþjóður þessi löngu tjón sem þetta var greið í mörg ár það tekið yfir á lífeyrissjóðunum smásaman eða almannatryggingakerfinu. Þannig að það ekki alltaf hægt að bera þetta saman. En vandamáli hérna að tryggingar eru ódýrar og
þær að vaksa tveimurlaust, ég held að það sé búið. 58%. Já, eða 68% síðustu 7 árum. Já, einmitt. Hækkun á langt umfram verðlag, sko. Já, 70% verðbólga samtíma. Hvað þarf að gera til að verða á tryggingum á Íslandi jafnist á við Norðurlönd? Þú veist, hvað liggur þarna á baki? Númer 1 það sem við erum að gera. Já, klálega. Ný tækni, samkeppni. Já, númer 2, finna leiðir til að lækka rekstrarkostnaðinn og það alveg hægt. Við berum saman Vís og Sjóvá sem dæmi. Sambærlega stór fyrirtæki, það samt rekstrarkostnaðinn 20% lægri hjá Sjóvá heldur en Vís. Þannig að það hægt að hagraða með að vera ekki með dreifinett út allt land eða eitthvað slíkt og sjálfvirknaði ferla. Númer 3 að það þarf að taka á vandamáli sem snýr að örorkubótum. Við erum að borga milljarða fyrir örorkubætur undir 15%. Sem það sem að, og örorkubætur eiga að bæta sem sagt framtíðar mögulega þín eiga að afla tekna og er með örorku undir 15% þá hefur það engin áhrif á það. Það er bara búið að sanna það með rannsóknum. Og þarna eru bara milljarðar sem fara út í súlun og við verðum að taka þessu vandamáli. Og slíkt og þarna eru hvatar í kerfinu sem eru mjög neikvæðir. Lögfræðistofur sem fá 10% fyrir aflateknina, ráðgefandi læknar sem fá ekki business sem hefur gefið rétt mat, halda sumir fram en ég ætla ekki að fara það. En það eru svona hluti sem fólk hefur ágjur að skapist neikvæðir hvatar þó sé ekki ætlun að gera. Já, algjörlega. Og verður til business í kringu það. Já, algjörlega, maður hefur heyrt að þessu. En þetta eitthvað sem fyrirtækin geta tæklað, þetta meira pólitískt? Þarna samvinna pólitíkur og hagsmunaaðilar. Hvort það lagi ekki einhverjar svona pólitískar breytur þarna á baki, sko. Þarna eru stærstu tryggingasala landsins, Tryggingastofnun. Er það ekki? Ég held að hún komið samt ekkert inn í þetta. Nei, ég er að djóka. Ert þú með eitthvað? Sko, mér langaði aðeins að... Við fyrir alveg að loka þessu. Já, við komum inn á sko áðan bara með gögnin. Já. Hvernig þið geymið ekki gögnin, þið verna, geymið raunin ekki gögnin úr snjallsímanum, það er bara snjallsíminn sjálfur. Við geymum mjög takmörku gögn. Já. Við geymum sem sagt heildarskorið þitt og svo 5 undirbreytur sem mýkt, hraði, fókus, þetta fari farsíman allt þetta. Við geymum ekki einstaka ferðir, hvaða skor þú fæst fyrir ferðinar eða hvar þú varst eða eitthvað slíkt og það er bara persónugreinlegt á símanum þínum og við gerðum þetta þannig að þetta er mjög flókið, þetta er bara í stuttumáli samstagsaðal okkar fær sent til sín ópersónugreint auðkenni, við erum að stofna nýjum notanda og samskiptunum milli Símans og Flow í þessu tilfelli eru alltaf á þeim nótum, hann veit ekkert hver þetta er, sendir alltaf ferðin tilbaka unnar. Eini staðan sem þetta er persónugreint í Símanu sjálfum, Flow veit aldrei hver þú ert og veit ekkert hvert þú er að senda þetta, veit ekki Símanúmerið þetta. Aftur að þér sem ökumanni, ertu með góða mýkt? Nei, ég er sannlega vestur þar. Já, ok. Ég er spenntur að prófa þetta. Ég held því sem er lítinn fókus en mikla mýkt. Því að einmitt, þetta virðist vera sko, oft spurning sko, já, eins og þú nefndi líka áðan, hvort að fólk væri tilbúið að borga læra fyrir að fara í einhvern svona pakka sko, þar sem að síminn geymi gögn og annað. En það er í raun, þetta er öruggt hvað það varðar. Þetta er eins öruggt og hægt að hugsa sér hvernig við hönnum þetta. En svo er annað vandamál sem kemur líka allt upp að þú treystir því kannski ekki að fyrsta mat okkar sé rétt. Er ég svona góður ökumenn svo heldur. Þannig að þú kemur inn á skorinu 70 og það er ekki allir að fá 7 í einhvern, það er bara svona sæmilegt. Þannig að allt er góðu. En meðalskori hjá ökumennum er 75. Þannig að fólk er betra og fær meiri afslátt heldur en að sér í upphafi. Okay. Þannig að út frá okkar í gjaldarskrá þá ertu að jafna að fá 23% afslátt. Já, ég eiginlega get ekki beðið að prófa, þú veist, ég er svo mikil keppnismadur sko. Þetta verður gaman. Eigum við að fara í keppni? Já, svo er það. Er ekki hægt að setja upp bara eitthvað á milli okkar? En mér dætti strax eitt í hug með þetta. Er bíllinn faktor? Já, hann er faktor þýldum til að hraðskreiðari bílar þeir geta sjálfsög haft áhrif á augskurði. Já, þannig að þið núna, þeir takið mig inn Skoda Octavia sorry og þú ert á hvað aftur? Hyundai 20. Já, þú veist, erum við með mismunandi prófíl út frá bílunum okkar?
það árgerðin? Já, það hefur áhrif. Segjum bara að þú ert á Range Rover 2021 og ég bara á Hyundai Getz 2007. Já, ef það er Range Rover randýrbíl, þá hefur það áhrif á kaskóið, en hitt hefur ekki raunverulega áhrif. Ef þetta er bíl sem kostar minna en 8 milljónir, þá eru þessi bílar allir metnir á svipuðu. Ok. Æ, þú veist bara þessi slógan ljónið á veginum og svona, þú veist hvort að bílarnir séu með eitthvað mismunandi prófíl líka. Það er kannski ekki komið reynsla á það. Það er ekki komið reynsla á það. Nei. Þá kemur ljós að þetta Hyundai verður alveg hræðilegt, held ég. Heyrðu, bara eitt að lokum út af því að við vorum aðeins að fjalla um Lemonade áðan og ég reyndar hringt í því fyrir þátt líka bara til að skilja þetta. Lemonade er með svipa mótil á því, má ekki segja það? Jú. En 60% af tekjum Lemonade kom í gegnum endurtryggingarnar. Já, þeir eru aðeins öðru sem við. Þeir eru frumtryggindi, þeir eru með eigi leyfi og þeir gera samning við endurtryggindur og segja, herðu, eru þið til í að taka 60% af öllu tjónunum okkar ef við gefum ykkur 60% af okkur yðgjöldum. Og svo segja þær líka við á, ok, ef tjónulhlutfall okkar er lágt, þá ætlum þið að borga okkur þóknun fyrir að gefa eftir yðgjöld. Þannig að það er tekjunum sem þeir fá tilbaka. Það hlýtur að vera þetta auka komissjón sem kemur. Akkurat. En 95% af þeirra tekjum er bara, ef ég skildi þetta rétt í kringum endurtryggingar aðalina, sko. Getur stemt. Já, skemmtilegt. Akkurat. En já, þá held ég bara að við förum að loka þessu. Er eitthvað svona að lokum sem að þú myndir vilja koma út í kosmosið? Já, bara fólk prófa okkur. Það er hægt að prófa okkur núna í 30 daga á þess að kaupa. Já, einmitt. Og þá getur við séð, og þá munu lang flesti sjá hvað þeir eru frábæri ökumenn. Já, nákvæmlega. Hvað þeir geta sparað mikið. Já, ég held að það sé mest að keppi. Reyna Já, bara toppa aðra. Það er bara vera sér saman með aðra. Ég segi það. Við höfum stundum farið í keppnir á vinnustöðnum og lagt rauðin spott undir eða eitthvað slíkt. Og það er alveg magna hvað fólk bætir sér mikið þá. Já, einmitt. Já, klálega. Þú veist, það býr til vingil að maður er ekki sami glanni. Maður er í keppnum að keyra vel. Þannig að þetta eru jákvæði hvatar. Klálega. Sí. Herði, þá bara látum við þessu lokið. Friðrik Þór Snorrason, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Og við verðum bara aftur með ykkur næsta þriðjudag. Já. Verið þið sæl. Takk. Takk. Bye.